I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. Komið nú sæl og blessuð. Og við erum hér að horfa á þennan drekka kaffi. Það er stórt fólk og ekki endilega svo upptekið við það. Því að fyrir vorum mín svön, ekki ennast. Ég myndi segja það. En það er komið haust til okkur og þó veðrið sé ágætt úti og allt saman það. Þá er nú komið 17. september. Og það fer að styttast í jóla. Og kannski er ykkur í farin að huga að því hvað ætli nú að gefa í jólagjöf. En það er ekki áhyggjuefni mitt hvað aðrir gefa í jólagjöf. Sjálfur reikna ég ekki með að gefa henni einustu. Og nú rekur því rogastans. Þetta er bara ekkert fyndið. Bara að gefa stóra og veglega jólagjöf. En ég er nú einn af þeim mönnum sem hef ekki gefið jólagjöf í mörg ár. En gerði það hérna í eina tíð. En sækist ekkert eftir í lengur að vera með það á boðstólnum. Ég held ég ekki fengið neina jólagjöf bara í mörg ár. Ég man ekki eftir neinni. Jú, ég hef nú í bók hérna, já, frá vinum mínum. Það var svona bara flott. En þetta er bara svona, þetta er aldurinn og hann færir yfir mann alls konar svo kallaða ró, já, ég er sammála því. Og hún er mjög góð því að hún gerir maður rólega. Og færir manni heim alls konar sem að róin ein getur fært manni. Sumir myndir nú kalla róna leti. Sumir nú kannski öfunda mann sem er rólegur eðlisklari sem segir og bendir til þess að hann geti beðið ögn lengur. Og þar hefur mann nú víst vaxið fiskulum hrygg því að þó að sé nú stundum erfitt að bíða þá lætur maður sem nú hafa það vegna þess að það er ekki fingursmellir og allt komið til manns eins og maður vildi hafa það. Og þegar þú ert búin að lofa þér á eitthvað stað og ég kannski líka, þá leggjum við nú stundum á stað þegar við ættum að vera komnir á staðinn sem við lofum okkur á og komum svo korter seinna þangað. Þetta er mjög íslenskt fyrirbrigði. Ég man eftir einum manni sem ég starfaði hjá tíma og hann sagði við mig að hann var í Ameríku tíma. Að í raun og veru hafi það verið talið á þeim vinnustað sem hann var á og seint að mæta 10 mínútum fyrir, eða svona full seint, 10 mínútur fyrir byrjaðan vinnutíma. Þar var til siðs að starfsmenn voru klæddir og komnir á ról í sín vinnuföt. Klukkan 8 og þá bara byrjuðu þeir vinnu. En þetta er eitthvað sem að Íslendingar hafa aldrei náð að læra almennilega og kannski hafa þeir tekið sér takið þar. Ég veist þó sem þekki þetta ekki í dag en það var allur gangur á þessu þegar maður var sjálfur að vinna svona landinu og það var ekkert alltaf sem maður mætti á réttum tíma. Jú, maður gerði það nú reyndar. Og það var ástæðan svo fyrir því að maður þurfti að stimpla sig inn. Þannig að maður gat ekki stimplað sig inn, ef maður stimplaði sig inn eftir ákveðin tíma, þá held ég að maður hafi mistað af hálftíma, eða hálftíma. Þannig að það rak mann svolítið á leiðarenda og bara þetta eitt, því að maður vildi náttúrulega ekki missa af laununum sínum með þessum hætti. En þetta er svona með okkur ágæta fólki að við erum að
baxast við að gera og alltaf svo sem höfum við baxast við að gera það sem er rétt. Alveg sama hvað það var og fyrir okkur var margt af þessu bara rétt. Svona eftir á hyggja þá fyrir við yfir það allt saman og hvað maður var grætt þarna og þarna. Og rennur upp annað ljós. Og það er svo sem allt í lagi og það er eðlilegt, en það er óeðlilegt ef að maður með tímanum og árunum hefur ekki lært neitt. Það er ekki gott. Ég get segja að sumir menn hafa aldrei lært neitt, en stundu finnst manni það. Ég vona maður hafi nú allavega lært eitthvað. Gott og notalegt og þarflegt og allt saman það. En ég fæstu ýmislegt í dag, en já, ýmislegt, já, ég segi, já, kannski. En ég búinn að vera við sama heikastshorn í yfir 30 ár. Ég búinn að vera að skrifa alls konar stíla og stefnur í áratugi og er orðinn nokkuð pennafær maður, eðlilega, skárra að væri það nú. En ég var það ekki til að byrja með. Ég var mjög stirð skrifandi og stirð hugsandi sem er bara vísbending til okkar að við þurfum öll að þjálfa okkur. Og þó að við vildum það, að þá kemur engin fullskapaður í neitt verk. Það verður vist aldrei þannig. Og ég get sagt til það líka bara þegar ég komst til trúar og vissi að Jesú var til að þá náttúrulega hleypti það kapp í mann að vita sem mest hann. En ég veit nú verulega mikið meira í dag en var þegar ég frelsaðist 1989, þá var ég bara bláagur. Jú, ég vissi að það var til Guð í fyrsta skipti á ævinni. Þannig að það staðfestist fyrir mér. Það hefur ekkert vikið frá mér. En svo hefur lærdómurinn komið smátt og smátt. Og raunverulega er maður ennþá að læra alveg helling Jesú og Guð og hvernig þeir starfa. Vegna þess að þú er athugað það að Guð er svo rosalega stór. Þú nærð aldrei utan hann hvernig sem þú reynir. Og það er á vissanlega gott því að þá hefur það markmið að vita meira hann í dag en var í gær. Og það er margt sem að maður alveg hellingur. Maður skilur nú kannski bara brota því sem að guðdómurinn er. Og auðvitað gerir maður það. En maður skilur þó í dag brota því hvað guðdómurinn er. En fyrir trúna þá skildi maður ekki neitt. Og var ekkert að velta því fyrir sér. Þannig að nýr raunveruleiki hann blasti við og dró upp aðra mynd en maður þekkti. Og það er harla gott, góð býti. Og maður er semst ennþá að baxast við þetta, baxast. En þetta er bara mín ær á kýr í dag og ég ætla ekki að skipta á þessu og ykkur öðru, það bara kemur ekki til mála. Af hverju? Þegar þú viðurkennir það fyrir sjálfum þér að þetta sé það besta, þá náttúrulega lítur ekkert við því næst besta. Þú ert orðinn svo góður vanur og þú ætlar bara að halda þér við það besta. Og það til að Jesú er það besta. Þó ég vildi segja þér það frá ykkur öðru, þá gæti ég það ekki. Ég væri ekki að segja það er satt á. Og ég er ekki vanur því að segja mönnum ósatt. Þannig að hreinskilni skal því blífa og sönnu orðin tala. Hitt má bara eiga sig. Ef aðrir nenna að vera með þau og vörum þá gera ég það. Ég ætla ekki að vera með þeim þar. Er ekki erfitt að segja sannleikann? Mér finnst það nú ekki. Það er bara, hann er mér tamur í munni. Hvernig sannleikann tekinn? Já, ég hef aldrei orðið var við hann en hann væri bara ágætlega tekið. Ég hef aldrei fengið neina árás á mig út af því að segja sannleikann. Það hefur nú ekki verið. Þannig að við erum stundum að mikla þetta aðeins fyrir okkur og svona
setja menn á rangan stall en þeir eru á. Á hvaða stall eru þeir? Þú eru að spyrja þá. Ég veit það ekki, ég veit kannski á hvaða stalli ég er. Stalli. Já, einhvern stalli sjálfsagt er maður og þú eru eiginlega að spyrja drottinu það á hvaða stalli hann konni er. Sjálfur með mér alveg sama á hvaða stalli ég er og ég er bara konni og kann ágætlega við það. Ég elskur að orði Guðs og elska Jesú Krist alveg helling og svo er maður hallur að ýmsu öður og ég er nú ennþá vítlastrákur. Ég er alltaf jafn gaman að þeim og þeir eru náttúrulega löngu hættir, hálfu öld síðan þeir hættu en það er nú eins og með sumt sem gerist að þetta vítladæmi var svo stórt að það er eiginlega endalaus uppspretta fyrir alls konar. Og þú kannski trúir þess ekki að því þú ert ekkert þarna. Ég get sagt þér það að það er alveg hellingsáhugi fyrir þeim, því sem var þá, enn þann dag í dag, hellingsáhugi. Og það er bara eitt svar til við því, það er stærðin sem var á þessu Bítladæmi. Það er hún sem að kemur þetta vegar að menn eru ennþá að tala um þetta, ennþá að upplifa þetta og ennþá að skemmta sér yfir þessu. Þannig var það nú og ég var svo heppinn, ég tel mig heppinn mann og viðurkenni það alveg hér með, að maður var inn í þessu alveg frá byrjun. Já, ekki alveg frá byrjun því að það kom aðeins seinna til Íslands en hérna til Evrópu. Ég man alltaf hvar ég var staddur þegar ég heyrði þetta fyrst. Þá var ég ásatt leikfélaga mínu staddir fyrir neðan Sundhöllina í Hafnarfirði og þar við klettinn sem skagar svolítið smávegis út í sjóinn og flæddi nú ekki yfir á þeim tíma, það var alveg ábyggilega 2 metrar af honum sem stóðu upp úr á háflóði. En í dag er hann allur á kafi og þar fékk ég þessar fréttir af þessum einhver hljómsveit þarna sem vinur minn hafði heyrt í Kananum. Það var Kana-útvarpið á Íslandi og ég man það, hann var með lítið útvarpstæki, eins og sagt frá sáður og hann stillir á Kana og viti menn þar eru Bítlarnir að spila og syngja og hann lét mig heyra þetta og vá maður ekki smáraði sem mér fannst þetta flott. Ég man alltaf eftir því að þá skeiði ákveðið í umhverfinu bara og ég vissi með sjálfu mér að þetta yrði eitthvað rosalega stórt. Ég man alltaf eftir þessu. Ég get ekki lýst þessu neitt öðru en ég man það að kom til mér alveg bara massíft að þetta yrði eitthvað svakalega stórt. Og þá var ég bara 10 ára gamall og ekki orðin 10 ára, ég var bara 9 ára gamall. Akkur ég fekk að vita þetta, hef ég enga hugmyndum, en þetta var nú bara raunveruleiki. Og svo stórt var það að menn eru raun og veru ennþá að lifa þessa tíma, þessa gömlu tíma, löngu farnu tíma, að því að fólk neitar að sleppa af því hendun og það er allt í lagi, þú þarft ekki að sleppa hendi af því sem er gott. Og nær fyrir að lesa og biðja, heldur nú að tala um þetta, segja menn, þú farðu bara sjálfur að lesa og biðja, verður ekki að skipta þér í hvernig ég geri þetta. Ég má alveg gera þetta svona. Það er alltaf verið að stilla okkur þessum kristnumönnum af og þeir sem stilla kristnumönnum af eru yfirleitt aðrir kristnir menn sem er að skipta sér að því sem var aðra ekkert um. Þeir svo sem segja, það er nú að gera það gott með þessu. Látt mér bara í friði og leiði mér bara að gera það sem ég veit að gerir mér gott og ég skal láta þig í friði. Þú ert ekki að hafa áhyggjur af minni trú minn kæri vegna þess að drottinn er sjálfur með hana í sínum höndum og sleppir ekki tökunum þar. Þannig að þetta er nú það sem ég hef spyrt saman hvað sem þú segir um það. Þetta er svona alls konar, ekki mikið, það hefur verið mjög lítið um þetta, en svona eitt og eitt skot hefur komið. Ég segi það, er vegna þess að bara þroski manna er misjafn í trúnni, eins og öllu öðru. Þetta er ekkert að neinu öðru þroskaleysi og blindu vissri.
þegar menn segja þetta. Því að hvað veist þú það hver trúm annara manna er? Þú hefur ekki hugmyndu það. Það er eitt sem þú veist alveg fyrir víst, þú veist hvar þú stendur í þinni trú og í raun og veru er það alveg nóg. Þannig við höfum ekki að leggja helsi á menn, við höfum að stuðla frelsi manna og svo er annað sem ég veit að Drottinn talar og tekur undir, að ég er frjáls. Og ég man alltaf eftir því þegar ég frelsaðist. Þá hreinsaðist ekki mikið frá mér. En það hreinsaðist frá mér allar bækurnar mínar, skáldsögurnar og það sem ég var upptekið við að lesa. Ég man eftir því að þær allar fóru í kassa og það var einn ættingi sem tók þær, ég veit ekkert hvort hann er með þetta ennþá, en ég sæki þær ekkert, en það má gera við þetta það sem hann vill. Og svo átti ég mikið af kassettum, eins og ég oft talaði og þetta voru náttúrulega ekkert af þessu trúarlega kassettur. Svo var ég að keyra heim, ég var hann í Engidalnum ykkur staðar þar, þá kemur til mín mjög skýr, hann ráð, taktu þessa kassettu á hendinni. Það var ein kassetta, ég vissi hvaða kassetta þetta var. Og ég fór beint í kassettuna og fann hann og ég eyðilagði hann og bara klippti hann allir sundur svo að einhver aðri færi að nota þetta og hendinni í tunnuna. Ég gerði hann bara til þess að ef mér er bannað að nota eitthvað, eins og Drottinn gerði þarna með skýrum hætti, að þá, akkur á ég þá að vera eitthvað að gefa það. Ef þetta er ekki nógu gott fyrir mig, þá er þetta nú alla nógu gott fyrir aðra, þannig að ég ákvað bara hendinni. Ég sé ekki þetta því, en ég átti mikinn bunka af kassettum á þessum tíma. Og sá fjöldi mínusaðist eina kassettu að beiðni lifandi Guðs. Meira var það nú ekki. Ég man ekki eftir neinu öðru sem að ég hef fleygt út. Það er nú ein lenskan hjá okkur ágætu kristnum stundu, við förum svona í einhver æðiskýra. Allt í einu er sjónvarpi orðið svakalega mikið fyrir okkur, við hungum yfir þessu sjónvarpi og við hendum því bara út. Hvaða gagn er að því að henda sjónvarpinu út með allt í sér sem öskarar á sjónvarpið? Að hætta að horfa á sjónvarp er bara að vinna í sjálfum sér sem þú ert að vinna í þér og þetta bara fjarar smávegis saman út. Annars hefur sjónvarpið aldrei verið neinn konungur yfir mér eða Guð. Ég hef alltaf getað staðið upp frá sjónvarpinu og slökkt á því bara þegar mér langar til þess sjálfur. Þannig að það hefur aldrei haft neitt þau áhrif á mig, en ég veit að á suma hefur það mikil áhrif og þeir bara eru límdir við þetta daginn út og daginn og það er eðlilegt að þeir tali að þeir þurfa að fara að venja sig af þessu sjónvarp og bara henda þeir sjónvarpinu. Kannski er þetta sjónvarpsgláp þegar komið í þetta far bara viss fíkn og við veitum alveg við þurfum að vinna fíknina frá okkur með ákveðnum aðferðum. Það er ekki nóg að taka bara það sem þú svalar fíkninni með og henda því bara burtu. Því að löngunin er öll eftir í hjartanu þínu og það er eins með þetta sjónvarpsgláp sem eru kannski úr böndunum að þú tækir sjónvarpstækið þá er það ekkert lausnin á vandanum, en menn fara oft út í þessa gíra að þeir henda þessu út svo árið seinna eða hálfu þá er þetta komið allt inn aftur og þetta er líka það sem maður hefur séð. Ekki svo að skilja að maður megi ekki gera það eins og þeir vilja, en þetta er engin lausn. Þessi átök sem menn eru í, það er allt til að fara í átak, ég er hrifinn af því, en menn verða að vita meira þessi átök til að þetta kom ekki allt aftur. Ég segi að þetta er ákveðin fíknarn á ferð sem á vissan hátt þarf að afgreiða sem þó þessi fíkn. Fíknin er víða og þú veist að þú getur orðið háður ýmsu. Og það getur verið jafn erfitt
að vinna frá sér þessa fíkni, þetta allt saman vinnandi vegur. Þú þarft bara að gera þetta með réttum hætti. Einfalda leiðin tafla við því, en erfiða leiðin svo leið sem þú átt að fara, sem bara takast á við þetta. Hlaupi ekki alltaf undan og þú fer í töfluna, þá ertu raun og veru bara að hlaupast undan vandanum. Og það eitt af því sem við eigum að hætta. Þannig að næstu þú færð þetta yfir þig að sjónvarpið sé nú bara hreinlega að taka frá þér allan tíma. Taktu á því og líttu á það, spáðu í það, veltu því fyrir hvort þetta sé ekki bara beinni fíkn og þú veist, eða margir vita það, þú þarft að glíma við hana með sérstökum hætti. Kannski kemur drottinn inn í það mál og gefið þið bara fullan sigur yfir þessu, en ekkert endilega að þú fleygir sjónvarpinu út. Það ekkert endilega neitt viskulegt að gera það. Eða tölvunni, menn allt í einu halda þessi orðni tölvusjúkir og byrja að loka þessu öllu, bara henda þessu drasli í tunnuna sem menn hafa nú gert það. Það voru svo vondur tölvuna. Það engin lausn heldur. Ég hygg að þeir séu nú allir konur með tölvu aftur. Því að eins og ég segi, ef þetta fíkn, þá þarf það að vinna með hana með sérstökum hætti. Þannig að við erum alltaf að einfalda þessa hluti, við erum alltaf að reyna að einfalda þessa hluti, en það ekki til eitt svar við sumu. Fástu við það, glímdu við það. Já, það allavega svo leið sem ég hef farið og ég hef aldrei séð neina aðra leið en hana. Að glíma bara við þetta augliti til auglitis. Það heitir á máli trúarinnar að stíga fram í verkin. Og ég get alveg sagt ykkur það að ég nú búinn að glíma við margt í þessum málum og það hefur aldrei gerst neitt hjá mér fyrir ég stíg fram í það. Og þá líka hafa hlutirnir gerst í Jesú nafni. Þannig koma sigrarnir. Og ég í dag trúfastur maður, en ég var það ekki. Það bara vegna þess að Guð, ég steig þetta skref, mér langaði til að vera þetta. Ég langaði nú reyndar alltaf til að vera þetta. Og ég steig fram í þetta og svo lét maður sig bara hafa það að gera þetta. Og svo í dag, árum seinna, þá þetta bara ekkert mál. Þetta bara tamm, en maður þurfti að hafa fyrir til að byrja með. Allt þetta að vinna. Það kemur ekkert á silfurfati að henda sjónvarpinu að því maður alveg svolítið búinn að fá sig yfir í nóga tíman sem þetta tekur. Henda því bara út og jú, það ekki sjónvarp núna og þú byrjar að næga verið neglurna, þú veist ekkert hvað þú átt að gera. Þú munt sjá það að þetta ekki leiðin. Þannig að bara takstu á við þetta og viðurkenndi að þarna vandi á ferðinni sem þú þarft að glíma við. Ég get sagt þér það að Guð elskar svona fólk því hann elskar að þú segir sjálfu þér sannleikann. Hann sannleikur og hann segir sannleikann við þig. Og þetta sannleikur málsins að tækið sem slíkt, það hvorki gott eða vont. Þetta hefur áhrif á þig, eða réttar sagt það sem í því og það vandinn fyrir þig að glíma við. Eins og með tölvuna, ég nú alltaf í þessari tölvu, en hún hefur ekkert vald á mér. Ég get alveg lofa þér því ég veit að þú gjörsamlega ósammála þessu og sér eitthvað allt annað. Já, ekkert mál fyrir mig að standa bara upp og gera eitthvað annað út í það fer. En ég mikið við hana vegna þess að allt sem ég geri í dag tengist með einum og öðrum hætti tölvu. Þannig að ég kannski allt of vinnusamur, kannski mætti skoða það. Ég nú orðið 70 þá, maður víst að vera bara í golfi og einhverjum þaðana leiðinlegri verkum. Ég alveg sátt við það að vera bara í þessu og ég hef heilsu og ég hef þrek og ég hef kjark og ég hef umfram alltaf áhuga. Ég man eins og eitt sagði við mig, alveg merkilegum að þú orðið þetta gamall, maður þú ennþá hangi í þessum tölvum, sagði hann. Það er alveg 100 ás. Gamli kallar ég að bara vera eða ég ruggu hesti, ég ruggu stól og þetta nú reynda ruggu stóli á hann og með pípi munni að segja afabarninu sögur. Það ég myndi aldrei gera þó ég ætti afastráka, afastelpu. Þá held ég myndi nú aldrei fara út í þá sálma.
Þetta hef ég frá engu að segja. Þetta líf mitt hefur bara verið ósköp venjulegt líf. Það var gott að því litunum til, það var alltaf ósköp venjulegt. Þannig séð, maður sér ekkert eftir neinu. Ef ég vildi sjá eitthvað drikkgurju, þá myndi ég sjá eftir því að hafa verið að eyða mörgum árum í drykkju. En það þýðir nú lítið að vera að tala um það. Maður hefur nú unnið sér sæmilega frá því öll saman og sérstaklega eftir að Drottinn kom í myndina þá losnuðu nú ýmis bönd eitt af öðru. Ég held þessi nú öll horfin í dag en þessi saga lifir með manni sjálfum. Ég nú ekkert að segja hana, ég nenni því bara ekki. Og ef ég segja hana þá það nú bara til þess að gefa mönnum einhverja mynd af leiðinni frá þessu. Og ég get svo sagt þetta svona að lokum og ég hef nú sagt þetta margsinnis áður að þetta var bara tekið frá mér. Og það gerðist á gamlársdag, nýársdag, gamlársdag og nýársdag 1979 og ég er búinn að vera frá þessu síðan. 79, það við 40 árið ekki. Ég er svo sem ekkert stoltur af því, bara þetta var tekið frá mér og löngunni hvarf og jú, ef ég er spurður og ef ég reiknaði þetta út sjálfur þá sé ég það eftir yfir 40 ár. Stoltur? Nei, ég er ekkert stoltur. Ég spá ekkert í þetta. En ég er auðvitað þakkláttur fyrir að hafa losnað á sínum tíma. Og ég gef bara Guði alla dýrð. Ég lofa hann í dag og hann er mín og kýr í dag og ætli degi ekki bara með hans nafn og örum, ég á von á því. Og ég vil að þessi gagnaði mér á akri Guðs svo lengi stíði lappirnar. En ef ég ekki að segja þetta gott út og alveg grár og grænt á leiðindum, þannig að ég ætla nú bara að hvíla þig. Svo kem ég aftur með eldi og brennisteini. Já, ekki brennisteini, kannski eldi. En hérna, já, kveðjum og við sjáumst nú kannski aftur. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no.